Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum hefur sagt upp 50 manns vegna taprekstrar og hækkunar veiðigjalds. Framkvæmdastjórinn segir uppsagnirnar erfiðar og sorglegar. Réttarhöldum í Þorlákshafnarmálinu lauk síðdegis. Saksóknari fer fram á hámarksrefsingu yfir 3 sakborningum af 5. Eigandi Vélfax þvertekur fyrir að hafa keypt fyrirtækið til að losa fyrrverandi eiganda þess undan refsiaðgerðum. 9 starfsmönnum var sagt upp í gær. Loftvarnir Úkraínu verða bættar eftir mannskæðar árásir Rússa á Kív. Hitti Pútín ekki Zelenský hefur Trump látið spila með sig, segir forseti Frakklands. Sýni sem fundust nýlega gætu varpað ljósi á orsök Akureyrarveikinnar sem geisaði fyrir tæpum 80 árum og það gæti gagnast við rannsóknir á eftirköstum COVID. Gott kvöld. 50 starfsmönnum vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum hefur verið sagt upp. Fyrirtækið ber meðal annars við hækkun veiðigjalds en atvinnuvegaráðherra bendir á að hún taki ekki gildi fyrr en áramót. Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum ætlar að loka fiskvinnslunni Leo Seafood í hagræðingarskyni og öllum starfsmönnum var sagt upp. Rekstur vinnslunnar hefur verið þungur síðustu ár og framkvæmdastjórinn segir að launahækkanir og sterkt gengi krónu hafi þyngt róðurinn. Ofan á það leggist fyrirhuguð hækkun veiðigjalds. Sparnaðurinn felst í lækkun launakostnaðar og við segjum að þetta sé 400 milljónir, þetta er á bilinu 350 til 500 milljónir. Og við þurfum að skoða aðra möguleika en við getum ekki látið félagið fljóta sofandi að feigða rósi. Við þurfum að grípa til aðgerða og ná vopnum okkar eins og ég segi, þannig að við getum staðið í skilum, við getum verið undirstaða atvinnu hérna í Eyjum. Þetta er bara sorgleg stund og ömurleg. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir fregnir af uppsögnum starfsmanna vinnslustöðvarinnar erfiðar. Eitt af því sem liggi til grundvallar hækkuninni sé að afkoma sjávarútvegs sé betri en í öðrum atvinnugreinum. Það sé því eðlilegt að hluti hennar renni til þjóðarinnar í formi veiðigjalda. Svona ákvarðanir að loka fyrirtæki, segja upp 20 starfsmanna, þetta er ekki ákvörðun sem er tekin yfir nótt. Hún á sér langan aðdraganda, það liggur bara fyrir. Þannig að það er kannski þessu tilfelli og mögulega öðrum sem að koma upp nærtakar að líta bara til reksturs viðkomandi fyrirtækja og þess sem á hefur gengið frekar en þess sem að mun verða af því þessi veiðigjöld eru náttúrulega ekki komin til framkvæmda fyrir á næsta ári. Hún hafnar því að greiningarvinnan við vinnslu frumvarpsins hafi verið ófullnægjandi eins og gagnrýnt var í þinglegri meðferð málsins. Á öllum þeim árum sem liðin eru frá því að lög veiðigjald voru fyrst sett, þá hefur þeim verið breytt oft. Og ég ætla bara eiginlega að leyfa mér að halda því fram að sú greiningarvinna sem var unnin núna við vinnslu þessa frumvarps sé meiri en samanlögð sú greiningarvinna sem hefur átt sér stað í fyndinni við þetta mál. Saksóknari í Þorlákshafnarmálinu fer fram á að mennirnir 3 sem ákærðir eru fyrir að verða Hjörleifi Hauki Guðmundsinni að bana, Stefán Blackburn, Lúkas Geir Ingvarsson og Matthías Björn Erlingsson, fái að minnstakosti 16 ára fangelsisdóm. Anna Lilja Þórisdóttir, þú hefur fylgst með þinghaldinu sem lauk með málflutningi síðdegis. Hvers vegna fer saksóknari fram á svona þungadóma? Já, hann talaði meðal annars eðli brotana og þetta verið margþætt og mjög hrottalegt mál. Nú eitt af því sem var lagt til grundvallar var að Hjörleifur heitin var skilinn eftir bjargarlaus á göngustígi í Gufunesi og án þess að nokkur hefði gert minnstu tilraun til að koma honum til hjálpar. Hvað kom fram í ræðum verjenda? Já, allir fóru þeir fram á sýknu fyrir hönd sinna umbjóðenda. Nú, svo einnig var gerð einkaréttarkrafa fyrir hönd eiginkonu og sonar Hjörleifs heitins og verjendur fóru fram að henni yrði ýmist vísað frá eða hún lækkuð. Nú, verjendur þeirra sem eru ákærðir fyrir manndrápssögu, það hefði aldrei verið ætlunin að ráða manni bana. Nú, svo voru svona ýmsar athugasemdir rannsókn málsins og hvað hefði mátt betur fara þar.
En einn verjandi eins þeirra sem ákærður fyrir manndráp gaf kost á viðtali, hinn gerði það ekki, en við skulum heyra hvað hann sagði. En það liggur auðvitað ljóst fyrir, ef á að tengja umbjóndu minn við einhvern atburð eða eitthvað ofbeldi og hann hafi átt að nota einhverja hluti, þá þarf að rannsaka það til hlítar hvort að sá hlutur hafi verið notaður. Því það kom fram hjá réttarmeilalækni að þeir fengu til dæmis ekki til sín þá hluti eins og tjakk eða skiptilíkil til rannsóknar til að bera saman við til dæmis sár eða það áverka sem voru til skoðunar. Þannig að þeir geta ekki heldur staðfest það að þessi áhöld sem ákæruvaldið að reyna að segja hafi verið notuð. En það farið fram á vægari refsingu yfir öðrum sakborningum. Já, það rétt. Þeir eru 2 til viðbótar, það 18 ára piltur sem ákærður fyrir peningaþvætti og 20 stúlka sem ákærð fyrir frelsissviptingu eða hlutdeild í frelsissviptingu og ráni. Nú það farið fram á 3 mánaða skilorðsbundið fangelsi yfir honum en 2 ára fangelsi að mestu skilorðsbundið yfir henni. En við ræddum við lögmann þeirra beggja núna rétt fyrir fréttir og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Það liggur fyrir að hann hafði enga vitneskju og ég tel að það sé náttúrulega sannað það sem átti sér stað og hvaðan þessir peningar voru að koma. Leið og hann gerði sér það ljóst að þá hafði hann samband við lögreglu, hjálpaði til við að upplýsa málið og í raun og veru tryggði það að bankinn endurheimti þessa peninga. Þannig að það skýtur skakku við að hann hefði verið ákærður í þessu máli að mínu mati. Já, hún hefur frá upphafi þessa máls neitað sök varðandi frelsissviptingu og rán. Hún hefur alveg gengist við því að hafa viðhaft þá háttsemi að hafa átt aðkomu að því að kúga fé út úr mönnum sem hún hafði þá talið að væru búin að vera í kynferðislegum samskiptum við börn. Og það hafði hún talið að stæði til umrætt sinn. Og hún hefði ekki haft þá forsendur til þess að geta vitað að svona myndi fara. Enda var hún ekki viðstödd umrætt sinn. Það óumdeilt í þessum máli að hún var stödd í Reykjavík allan tíman og átti þarna nokkur símtöl við hinn látna. Eigandi Vélfags þvertekur fyrir að hafa keypt fyrirtækið til málamynda en viðurkennir að tímasetningin komi illa út. Vélfag sætir refsiaðgerðum vegna tengsla við rússneskt fyrirtæki sem talið hluti af skuggaflota Rússa. 9 starfsmönnum var sagt upp í gær og framkvæmdastjórinn hætti. Evrópusambandið hefur beitt 2500 einstaklinga og fyrirtæki viðskiptaþvingunum frá innrás Rússa í Úkraínu. Ísland og Noregur hafa einnig tekið þær upp. Vélfag sem framleiðir tæki til fiskvinnslu eina íslenska fyrirtækið sem hefur orðið fyrir þessum þvingunum. Það vegna tengsla við rússneska útgerðarfélagið Norebo sem á svörtum lista. Norebo í eigu rússneska auðjöfusins Vitali Orlov. Norebo keypti Vélfag fyrir 3 árum en árið 2023 var Vélfag komið í eigu félags sonar Orlovs sem norskur ríkisborgari. Í maí á þessu ári var félagið selt til svissnesks athafnamanns Ívans Nikolai Kaufmann 4 dögum áður en ESB tilkynnti refsiaðgerðir gegn Norebo. Viðskiptabanki Vélfags Arion banki telur þetta málamyndagjörning. Orlov feðgar hafa fært ýmsar eignir frá því að refsiaðgerðirnar tóku gildi og það þekkt tengsl á milli þeirra og Kaufmanns. Well, I knew them from the past, of course. I bought the company from them, yes. But like if you ask me whether I have contractual relationships to them or whether I serve them as an advisor or if I hold this company for them or a member of the board, no. The answer to this is no. And I made that quite clear to both the Ministry of Foreign Affairs and to Arion Bank. So you say you know them, but you haven't worked with them or for them in the past? I was member of a foundation council where one of the members of the family was a potential beneficiary. But that was, first of all, he was one of more than 80 potential beneficiaries. Also Icelandic people were on that list. And I left the Foundation Council in 2022 in February. Sjóður sem heitir VAFOS en hét upphaflega Vitali Orlov & Sons og tímasetning kaupanna vekur upp spurningar. It sounds bad, but I would like to stress out I bought this company prior to sanctioning of Norebo or sanctioning of Vitali Orlov.
does it matter whether I bought it 3 months before or 3 hours before? I understand, of course, that this looks kind of suspicious, but this is the sanctioning. Neither the Orlovs nor me nor any player had under control. Lögmenn Vélfags segja ákvörðun Arion banka byggjast á óræðum grun að salan hafi ekki verið raunveruleg og að bankinn hafi ekki sýnt fram á það með óyggjandi hætti. Kaufmann sé skráður raunverulegur eigandi hjá skattinum en ráðuneytið samþykki það ekki. Ráðuneytið segist treysta Arion banka sem segir Noribo hafa óbein eignar eða stjórnaryfirráð yfir Vélfagi. Kaufmann segist hafa veitt þær upplýsingar sem óskað var eftir en segir fá svör að fá frá bankanum og ráðuneytinu og þau berist seint. 9 starfsmönnum var sagt upp í gær og framkvæmdastjórinn sagði stöðu sinni lausri. Utanríkisráðuneytið hefur lagt það til að Vélfag verði selt og andvirði sölunar fryst. I was told many times in the last 3 weeks, sell it to an Icelander and all will be fine. I will not sell this company. I bought this in good faith. I bought this legally. I have no connections to the Russian spy fleet or to any Russian spy company or person whatsoever. I feel very unfair treated here and I will not let this company go down. I see the potential in Vélfag and I would like to follow that up. Frakkar og Þjóðverjar ætla að auka aðstoð við loftvarnir Úkraínu eftir mannskæðar árásir á Kýv síðustu daga. Forseti Frakklands segir Pútín hafa tekist að spila með Donald Trump ef hann fundar ekki með Zelenský Úkraínuforseta. Minnst 23 voru drepnir í árásinni á Kýv aðfaranótt 5. dags, þar af 4 börn. Andrúmsloftið í borginni eftir því. Emmanuel Macron, forseti Frakklands og Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, ákváðu á fundi í dag að efla loftvarnir Úkraínu. Ein helsta niðurstaða fundar Bandaríkjaforseta með evrópskum leiðtogum í Hvíta húsinu fyrir fáeinum dögum var mögulegur fundur Pútíns Rússlandsforseta og Zelenskís forseta Úkraínu. Merz og Macron segja báðir að litlar líkur séu á að fundurinn verði haldinn. Si ça n'est pas tenu lundi, échéance qui avait été fixée par le président Trump, je crois qu'une fois encore, ça voudra dire que le président Poutine se sera joué du président Trump. Á sama tíma funduðu varnarmálaráðherrar Evrópusambandsríkja í Kaupmannahöfn, meðal annars Úkraínu. I mean, these attacks show that Putin is just mocking any kind of peace efforts that are made. So what we have to do is increase pressure on Russia. Zelenský á sama máli og Kallas. Hann segir að Rússar séu að nýta von friðarviðræður til að kaupa sér tíma. Русські будуть робити все, щоб не зустрічатися. На мій погляд, що вони дещо отримали, бо була у них зустріч зі Сполученими Штатами Америки. En Pútín óhræddur við að funda, bara ekki með Zelenský. Pútín fundar með forsætisráðherra Indlands í desember og eftir helgi ætla Pútín og Erdogan Tyrklandsforseti að ræða stríðið í Úkraínu. Ísraels her lýsti því yfir í dag að Gaza-borg væri hættulegur vígvöllur og bindur þannig enda á reglubundið hlé á árásum til að koma þangað hjálpargögnum. Ísraels her vinnur að því að taka borgina yfir með valdi þvert á ákall alþjóðasamfélagsins. Gaza-borg sú stærsta á Gaza og þar talið að 1 milljón manns haldi til, margir hverjir of veikburða til að flýja. Stofnun á vegum Sameinuðu þjóðanna lýsti nýverið yfir hungursneyð í borginni í fyrsta sinn sem stofnunin gerir það í Mið-Austurlöndum. Sýni sem nýlega komu í leitirnar á Landspítalanum eru talin geta varpað ljósi á orsakir Akureyrar veikinnar. Það gæti svo gagnast við rannsóknir á langvarandi eftirköstum kórónuveirunar, mikið líkindi þykja með einkennum sjúkdómana. Akureyrarveikin reið yfir veturinn 1948-9 og 1000 manns veiktust á Akureyri. Veikin dreifði svo landið norðan og vestanvert og náði einnig til Reykjavíkur. Miðað við einkennin hélt fólki fyrstu að þetta veri lömunaveiki eða mænuveiki. En það fór að renna 2 grímur á lækna og þá tókum menn sýni 1949 hér á Akureyri af fólki, sendi hluthaðara til Bandaríkjanna til greiningar. Það leiti ljós, þetta var ekki mænuveiki, þetta var eitthvað allt annað sem ekki hefur enn verið upplýst. Óskar Þór hefur skrifað bók Akureyrarveikina. Við eftirgreiðslan hans kom í ljós að á Landspítalanum hafa varðveist nokkur sýni sem lengi hefur verið leitað að.
Og það náttúrulega von okkar allra að með nútíma, tækni og þekkingu og læknisfræði þá getum við komist að því hvað var þarna á seyði. Mikil líkindi þykja með sjúkdómseinkennum Akureyrarveiki og langvarandi eftirkostum COVID. Kristinn segir það því mikilvægt fyrir rannsóknar á þeim veikindum ef tekst að upplýsa ástæður Akureyrarveikinnar. Ég held að þetta sé einn liður í því púsli, já. Og Akureyrarveiki sem svolítið frægt í útlöndum, að það var fyrsta lýsing á ME sem í heiminum í ritrýndu tímariti og long COVID virðist falla að því. Og hún væntir þess að vísindamenn víða heim sem lengi hafa sýnt Akureyrarveikinni áhuga komi nú til samstarfs við rannsóknir sem framundan eru á sýnunum. En ég bara fann þau ekki. Leitaði þó nokkur í nokkur ár og þannig að ég alveg ótrúlega glöð að þessu komin í leitirna loksins. Enn heitavatnslaust í Grafarvogi í Reykjavík. Stofnlögn sem sá hverfinu fyrir heitu vatni rofnaði í nótt. Viðgerð hófst á 10. tímanum í morgun eftir að tókst að losa heitt vatn úr göngum undir Vesturlandsvegi þar sem vatnslögnin fór í sundur. Samkvæmt upplýsingum frá Veitum rofnaði hún vegna tæringar. Viðgerð á stofnlögninni lokið og gert ráð fyrir að byrjað verði að hleypa vatni fyrir klukkan 10 í kvöld. Fullur þrýstingur ætti að vera komin á í nótt. Klassíkin okkar, árlegir samstarfstónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands og þjóðarinnar eru í kvöld. Guðrún Sóley í Hörpu að færast fjör í leikana. Já, það myndi ég nú segja. Húsið smátt og smátt að fyllast, enda gott kvöld í vændum. Hér eru tryggt að engum leiðist, hvorki í kvöld né allan vetur, af því við ætlum að fara yfir það helsta sem í boði í bíói, tónlist, dansi og skemmtun. En svo tekur klassíkin okkar við og venju samkvæmt það Guðni Tómasson og Halla Oddný Magnúsdóttir sem að stýra veislunni. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð sem leiðis. Hvað nú þemað í ár, Halla? Þemað í ár söngurinn og söngröddin og það hvernig mannskepnan syngur sig í gegnum lífið og hinnar margvíslegu birtingar myndir söngsins fá svona að blómstra í þessari tónleikadagskrá. Já, af hverju syngur maður í rauninni? Grundvallar spurning í lífinu. Ertu búin að finna svar við henni? Ég held að þetta nota söngin í allt og hann auðvitað birtir svo yfir manni þegar maður heyrir fallegan söng. Og suma hluti ekki hægt að segja, það bara hægt að syngja það. Og við fáum að heyra það í kvöld. Og hverjir eru það sem munu syngja fyrir okkur í kvöld? Sko, einvala liðsöngura, bæði úr klassíska geiranum, óperustjörnur eins og Dísela Lárusdóttir, Eggert Reginn Kjartansson. Ólafur Kjartan, beint af Wagner hátíðinni í Bayreuth. Svo eru dillandi jazzrættir eins og Rebekka Blöndal og popstjörnur á borðið GTRN og sjálfan Pálma Gunnarsson. Af nógu að taka. Fyrir hverja myndu þið segja að þessi tónleika séu? Við hugsum þetta alltaf fyrir alla fjölskyldurna sem að auðvitað sameinast heima ef við fáum að ráða í rauninni. En svo er líka frábært, við fáum svo miklu orku frá fólkinu í salnum og við finnum líka fyrir að það er gott fólk bak við skjáina heima. Já, við finnum orkuna handan skjáina, búið að binda börninu við stólinu, láta því horfa á klassíkina. Þannig að þetta vera. Takk fyrir kærlega, ég teg ykkur ekki lengur frá ykkar mikilvægi störfum. Hvetjum ykkur sem heima sitið til að horfa áfram í allt kvöld. Já, takk fyrir þetta, Guðrún Sóley í Hörpu. Ítalskt málverk sem nasistar stálu fyrir rúmlega 80 árum dúkkaði nýlega upp í fasteignaauglýsingu í Argentínu. Málverkið heitir Portrett af hefðafrú og eftir ítalska málaran Giuseppe Ghislandi. Það var í eigu hollensks listaverkasala en endaði í höndum nasistans Friedrich Katgen, sá flúði til Suður Ameríku eftir seinni heimsstyrjöldina. Blaðamaður hollenska dagblaðsins Algemein kom auga á málverkið í fasteignaauglýsingu fyrir íbúð í eigu dætra Katgens. Lögregla gerði húsleit en þá var málverkið hvergi sjáanlegt och nú þess leitað. We hebben besloten uiteindelijk om bij zijn dochters langs te gaan die nog steeds in Argentinië wonen. Die deden niet open, maar onze correspondent zag dat wel een huis te koop stond. Toen zijn we gaan kijken op de Argentijnse funda. Daar stonden interieurfoto's en daar hing een van de schilderijen. En jij wist gelijk, dit is een van die geroofde schilderijen. Ja, ik had ze pas nog gezien op oude zwart-wit-foto's. En toen zag ik hem daar hangen aan de muur, dacht ik, ja, bingo. Þeir sem óku hringveginn síðasta hálfa mánuðin sáu sumir undarlega sjón, mann á háhjóli eða veltipétri sem tíðkaðist á 19. öld. Þarna voru á ferðinni Tékkar sem fara til styrktar krabbameinssjúkum börnum. Ferðin hófst í Tékklandi og hjólað var í gegnum Pólland, Þýskaland og Danmörku. Þaðan var siglt til Seyðisfjarðar og hjólað þjóðveg 1. Þetta 3100 kilometra ferðalag tók 33 daga og því var það stór stund fyrir Ívan og fylgdarmann hans Dýrka
að ljúka Íslandshringnum og þar með ferðinni á Egilsstöðum. Ferðin var farin í þágu krabbameinsveikra barna í Tékklandi. It's my hobby, this bicycle. It's from Czech Republic. This bike is for children. Most difficult is weather, because very windy and very rainy and foggy now today, and weather is the very difficult. I have on this bicycle all Europe, only Malta and San Marino. It's no. Hringferðin Ísland og loka áfangin í ferðinni tók 2 vikur. Háhjólið ekki með gíra, en í brekkum hægt að flytja pedalana til, svo léttara sé að stíga hjólið. Áður en farið niður brekku, svo réttara að þyngja aftur. The most difficult is going down the hill, because brakes is very difficult in this bike. It's normal bicycle. It's good bicycle. Á veðri, lægð suðaustur af landinu beinir til okkar mildri og rakri norðaustlægri átt, víða gola eða kaldi á morgun og súld eða rigning með köflum en skýjað með köflum á suður- og vesturlandi og stöku skúrir síðdegis. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast suðvestan til. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Karlalandsliðið í körfubolta spilar annan leik sinn á Evrópumótinu í hádeginu á morgun og mætir þá Belgíu. Leikmenn liðsins eru fegnir að fyrsti leikurinn með öllu stressinu sem honum getur fylgt sé nú frá. Sviðskrekkurinn farinn. 3. árið í röð verður Íslands lið í sambandsdeild Evrópu í fótbolta og í annað sinn það lið Breiðabliks. Blikarunnu virtust frá San Marino í gær og þeirra bíða 6 hörkuleikir næstu mánuðina. Og FH styrkti stöðu sína í öðru sæti bestu deildar kvenna í fótbolta í gærkvöldi og mætir toppliði Breiðabliks í næstu umferð. Íþróttir eftir andartak. Helstu atriði frétta. Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum hefur sagt upp 50 manns vegna taprekstrar og hækkunar veiðigjalds. Framkvæmdastjórinn segir uppsagnirnar erfiðar og sorglegar. Réttarhöldum í Þorlákshafnarmálinu lauk síðdegis. Saksóknari fer fram á hámarksrefsingu yfir 3 sakborningum af 5. Eigandi Vélfax þvertekur fyrir að hafa keypt fyrirtækið til að losa fyrrverandi eiganda þess undan refsiaðgerðum. 9 starfsmönnum var sagt upp í gær. Sýni sem fundust nýlega gætu varpað ljósi á orsök Akureyrarveikinnar sem geisaði fyrir tæpum 80 árum og það gæti gagnast við rannsóknir á eftirköstum COVID. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringinn og við minnum á netfang fréttastofunnar fréttir@ruv.is. Njótið helgarinnar, verið sæl.